Hérna fyrir aftan okkur Eskja í Eskifirði. Það stendur mikið til í hafnarmálum, það verið að stækka. Já, heldur betur. Við í tengslum við það Eskja hóf uppbyggingu sínu fiskveiðiveri, þessu glæsilega fiskveiðiveri og fryst í geymslu við það. Þá hafa hafnirnar verið samhliða því, og nokkurt skeið fórum við í það að hvernig við getum þjónustað þetta sem best. Það svona einkennismerki hafna okkar, við viljum þjónusta sjávarútveginn okkar, sem svo mikilvæg atvinnugrein. Við erum að stækka núna höfnina, viðlegu kantinn, það koma 150 metra kantur sem við gerum ráð fyrir við tökum í notkun á næsta ári. Þannig nú erum við að steypa upp hólplötur og þybbur og gera bita klára til að geta steypt þekjunum næsta ári og lokið við hann. Og hann mun þjónusta fiskveiðiverið, þannig getur við skipað beint út frá því og beint náttúrulega í land einnig, en við erum að horfa þarna á fraktskipin. Við getum líka þjónustað þá önnur gámaskip og síðan olíuskip, þannig að þetta verður mikil viðbót við þjónustun okkar hérna. Eitthvað kostar þetta? Já, hafnarframkvæmdir eru umfangsmiklar og þær eru kostnaðarsamar. Við erum að fara, okkar matir það eða okkar áætlun sú að þetta verður milljarður sem verður þessi fjárfesting mun kosta okkur hér og þegar allt verður tiltekið og ég held að við getum verið stolt af því að Hafnarsjóður Fjarðabyggðar, við erum sjálfbær sjóður. Fjarðabyggðarhafnir er annar stærsti hafnarsjóður á landinu og eftir Faxaflóahöfnum og við framkvæmum allt fyrir eigin reikning. Hafnir eru misvel í sveit settar með tekjur og þurfa að reiða sig á hafnabótasjóð líka, en við höfum frá álvers uppbyggingunni verið sjálfbær sjóður og staðið á bak við okkar fjárfestingar allar sjálfar. En þessi nýja höfn sem að hér verður tekin í gagnið þá á næsta ári, þetta undirstaðan stöplar en ekki stálþil, hvers vegna er það? Þegar við fórum að hanna höfnina hér á Eskifirði í upphafi og þetta nú orðið einhver 10 ár aftur, við erum að byrja að vinna með þessa framtíðsýn, þá hér botninn hér erfiður, það erfitt að fá festu fyrir þilin og við vorum búin að vinna mjög lengi með það hvernig við getum gert það og þú vilt náttúrulega, þegar fjárfestir í höfn þá ert að fjárfesta til langar framtíðar og hún sé örugg, hún verði ekki sig og annað slíkt í henni. Þannig að við tökum þessa breytingu, við ákváðum að fara í stöpla til að fá þyngdardreifinguna á höfnina sjálfa, sem kemur þil fyrir framan en það ekki burðurinn í því og við höldum að þetta sé, og við höfum reynt þetta áður, að þetta sé góð lausn í þegar þú ert að eiga við botn sem misjafn og hér þetta bara mikið, þetta gamalt sýnilega við Árósa, hér hefur mikil leir borist fram þannig að það langt í festuna, þannig að með stöpplunum náum við þessu frekar. Þannig að þetta töluverð verkfræði í þessu öllu saman. Hvað með þá til dæmis frákast frá höfninni? Frákast að mörgu leyti verður minna heldur en í stálþilshöfnum. Verkfræðin heilmikið á bakveit og svo sem líka Eskja vann með þetta í sínum útfærslum á húsunum að nýta stöpla og nýta þyngdardreifinguna til að fá betri burð. Þannig að ég held að þetta sé, með þessum munum við fá hér gott mannvirki sem stendur ókomna tíð. Sjávarútvegur hann mjög áberandi í þínu sveitafélagi. Ef við færum okkur til dæmis yfir í Neskaupstað, þar verið að rafvæða. Já, það verið að, og svo við getum kannski sagt rafvæðing hafna þetta hefur verið lengi. Fyrirtækin hafa, þegar skipin hafa legið í lengri tíma af fyrirtækjum eða í stoppum, þá hafa mann þetta rafvæð. Það landtengt en það mikil, það verk og það gert, það tekur tíma. Þannig að í löndunum hafa menn ekki möguleika á að rafvæða, en nú eru menn að horfa á það að menn vilja rafvæða skipin eða landtengja þau þegar þau koma inn til löndunar. Í löndunarstopp sem kannski allt frá 11 upp í 20 tíma, en að eiga það möguleika. Ef við tökum þetta og gerum þetta í einfaldri mynd, og það ekkert einfalt í rafvæðingu hafna, ég vil taka fram, þá þetta að útbúa innstunguna, bara þú getur stungið klónni í innstunguna. En við erum að skoða þetta líka víðar að þarna Síldarvinnslan hefur unnið mjög mikið, þetta Eskja að vinna með þetta líka og þessi fyrirtæki því að þetta vilja þau minnka útblástur, þurfa ekki að nýta ljósavélar og fleira þegar það í stuttum stoppum. Kannski vandamál í rafvæðingu, við höfum verið að skoða þetta stærri skala hjá okkur. Við erum að vinna verkefnin á Mjóarhöfn sem stóra mikla inn- og útflutningshöfn okkar við álverið. Það mikill vilji hjá flutningsaðilum að geta átt möguleika landtengingum, en það engin samræmdur staða til í heiminum. Þetta á mismunandi útfærslur eftir skipum og fleira, þannig að það gerir þessa uppbyggingu erfiða. Þannig að það væri til mikill að bóta og við erum að horfa á það ef væri til samræmdur stað fyrir Ísland
Þannig að þú veist, þau skip sem hér koma og vilja rafvæðingu þau þurfa í ákveðnu staðli. Það myndi einfalda mjög framtíðarsýnina. Því að þetta er framtíð að geta landtengt skip bara leiðu þau komi í höfn og þurfa ekki að treysta á útblástur á meðan þróun því að við vitum þetta svo í framtíðina að þróun skipa verður þannig að olía mun þaðan hverf út og annar orkukostur komi í staðinn. Og ég hef trú á því að það sé jafnvel styttra í það heldur en margir halda. En þegar er verið að bera saman sveitarfélögin, samkeppnishæfni sveitarfélagana, þá skiptir miklu máli að hafa góða höfn, minnst að þar sem sjávarútvegur er. Það er náttúrulega gríðarlega mikið og náttúrulega við erum þetta sérstaklega til við rekum eða eigum náttúrulega hafnir í öllum okkar þéttbýlisskjörnum, frá Breiðdal og norður í Mjóafjörð og erum þar. Það eru auðvitað misstórar og hafa misjafna þjónustu en þetta er gríðarlega öflugt og þetta gerir sveitarfélagið náttúrulega einstaklega vel samkeppnishæft. Ég hef sagt að sá sjávarútvegur sem við erum með, þessi stóru og öflugu fyrirtæki, líka smábátaútgerð, laxeldið sem er þetta hluti af sjávarútveginum, þetta gerir þannig að verkum að þegar ég horfi að Fjarðabyggð er svona ákveðin miðstöð sjávarútvegs á Íslandi og grundvöllur á því meðan er þessi miklu uppbygging og þessi góðu innviði sem við höfum reist í höfnunum. Við höfum fjárfest að miklum krafti mjög lengi í höfnunum okkar. Við höfum að fjárfesta 400–500 milljónir á ári í bættum hafnaraðstöðu, í bara til þess að bregðast í stækkun skipa, auknu umfangi og svo fleiri og til þess að hlúa að atvinnugreininni því að þetta er atvinnugrein sem er eina megin stoðum okkar. Fjarðabyggð er þó nokkuð svona víðfeðmt sveitarfélag. Þegar hafnarstjórinn fer á bryggjurúndinn, hann er þó nokkuð langur. Hann er langur, þetta er bara dagurinn, það liggur við. Af því að þú sér það að svona ef ég er á vetrarlagi þá þarf náttúrulega að taka ferjunni í Mjóafjörð. En annars þarf ég að keyra þaðan og svo á Breiðdal, 100 km frá Norðfirði á Breiðdal. Þannig að rúntur langur, þannig að hafnarstjórinn kannski að notar tækifærinu og fer þegar hann á leið og er í ýmsum öðrum erindgjörnum, reynir að samþætta við sitt starf sem bæjarstjóri líka.